Já, ágætu áhorfendur. Hingað komið Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Vertu velkominn. Já, takk fyrir. Og margreyndur ráðherra. Já, Sko, setið í nokkur ráðuneytum. já, þú hefur gert það. En svo ég get ekki annað en spurt þig byrjast stöðu flokksins þíns. Það get ég sagt bara, nú Snorrabúð stekkur. Já, þetta var auðvitað áfall síðustu kosningar. Við upplifðum auðvitað bara höfnun og var í sjálfum sér hafnað. Það var stjórnarflokkunum var hengt fyrir að vera leiðinleg og allir orðnir leiðir á þeim. Já. Nýju flokkarnir sem að nú sitt í ríkisstjórn, þeir höfðu talið almenningi trúum að hér væri allt í kalda koli og allt ómögulegt, sem ég held að þessi reyndi búin að skipta skoðun á núna, en það ekkert sem styður það. Við þekkjum að frá Sameinuðu þjóðunum eru lífskjörtalin hvað best á Íslandi og við erum með mesta jöfnuð í væntanlega heimi af því að við erum framar Norðurlöndunum. Ég efast að sé önnur ríki betri í því og sitthvað fleira. Þannig að þetta var höfnun og síðan má segja að við höfum svona átt erfitt með að fá hljómgrunn aftur og skoðanakannanir hafa ekki verið okkur hagfelldar síður en svo og það hefur auðvitað haft áhrif inn í flokkin, menn missa svolítið sjálfstraust og fara svona, og auðvitað höfum við bara leitað inn á við og farið hvað gerðum við rangt, hvernig getum við lagfært það sem að hvernig mistókst okkur svona hrapalega frá því að hafa náð eyrum þjóðarinnar í aðdragandakosningana 21, þar sem við fengum á 17,3% minni mig. Og hvernig getum það hafa gerst svona stuttum tíma og hvernig náðum við ekki eyrum og hvernig getum við þá náð eyrum þjóðarinnar aftur. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að hófsamur miðjuflokkur sem ekki í öfgum og hrópum á alltaf erfiðara uppdráttar heldur en þeir sem hrópa hæst. Já, það er ekki svo langt sem að Framsóknarflokkur var með 19 þingmenn til dæmis. Það er bara... Nei, það er ekkert við vorum held ég 2013 með 25% fylgi og 19 þingmenn og jafnstór og samstarflokkurinn og fórum þá í ríkisstjórn og það má segja sko að síðasti áratugur ef við segjum að hann hafi hafist 2013 til 24 þegar við förum úr ríkisstjórn að þá reyndar var þarna smá skrítin ríkisstjórn í 8 mánuði árinu 2017 en ef við lítum brott frá henni að þá hefur þetta verið einhver mesti uppbyggingar áratugur lýðveldissögunar þar sem lífskjör hafa vaxið hvað mest, þjóðinni fjölgað gríðarlega og alls konar áskoranir sem því hafa fylgt þetta og ekki búið að greiða úr öllum og á þessum tíma hefur svona fylgi flokksins farið svolítið upp og niður. Þetta 2016 var erfitt ár þegar þáverandi formaður í þessum vintrismáli og það eru konar átakatíma sem voru þá framöndan. Og haustið þá býð ég mig fram í raun og veru ekki persónur gegn persónu heldur svolítið það hvort við ættum að halda áfram með Framsóknarflokkinn eins og við þekkjum hann í dag og þekktum eða hvort hann ætti að breytast í það sem að miðflokkurinn var síðan. Og auðvitað voru það erfiða kosningar og svo árið eftir 17 þá er miðflokkurinn stofnaður svolítið til höfuðs okkur og það voru líka erfiðar kosningar. En í dag, þetta er ekki svo líki flokkar í dag? Nei, þeir eru mjög ólíkir. Miðflokkurinn er auðvitað hægra megin við Sjálfstæðisflokkinn en við höfum svolítið haldið okkar línu og ég ætla að halda því fram, Sigurjón, að hljómgrunnur fyrir stefnu hófsams miðjuflokks eins og Framsóknar sem er róttækur umbótaflokkur sem byggir afstöðu sína á því að það sé atvinna fyrir alla og verðmætasköpun sem við síðan notum til þess að byggja undir velferðina byggjum á samvinnu og allir þegnar landsins hafi jafnræði hvað sem búa, hvað kyni sem og alveg óháð búsetu og fjárhag. Ég ætla að halda því fram að stefna slíks flokks enn hljómgrunn, en það er vandasamt í svona skautuðu samfélagi sem við því miður erum orðin. Ég hef bara sagt við þurfum ekki að elta menningarstríði í Bandaríkjunum og við þurfum alls ekki að fara yfir í það sem að gerast í Evrópu, það sem hver hægri populistiska hreyfingin að yfirteka hvert landið á fætur öðru. Holland, Frakkland, Þýskaland og fleiri lönd. Við getum svolítið bara verið okkar eigin forsendum, en þá verðum við að vera duglegri
betri í að koma þessum sjónarmiðum á framfæri og það það sem við höfum verið að horfa inn í. Nei, ég ekki með einar fórsetur til að reyngja þegar þú tala stöðu efnahagsmála eða Nei, ég var bara að vitna í alþjóða fyrirtæki. Jú, ég gerði það nú reynar hérna. Já, en þegar að þú sást nú í kosningasjárhópinu, hvað leið illa? Já. Já, hérna daginn eftir kosningarnar þegar ég datt inn og viljum út. Já, það var bara, auðvitað voru þetta hörmulegar kosningar og morguninn var ég svona búin að bara eins og maður þarf að gera þegar maður í þessu starfi, að sætta sig við niðurstöðuna og farin að horfa til þess og ég sá að þarna var Willum inn á þingi, gríðarlega öflugur maður og leiðtogi og það var auðvitað bara ömurlegt hlutskipti að detta inn á hans kostnað og ég býst við að það hefði sést á andlitin á mér. Já, það gerir það. En það alveg augljóst. En í þessu öllu saman sem búið, það eru kosningarna voru, þið komið mjög illa út úr þeim, skoðanakannir allar götu síðan. Já, núna síðast Gallup var upp alveg 30% ef maður leikur sér með það en auðvitað ekki ásættanlega tölur, tæmlega 6% og prósent í gæri yfir 7. En hefur aldrei bara hort á sjálfa í speglu og segja já, ekki hætta þessu? Jú, sko, sem formaður verður þú að gera það alveg reglulega og ekki bara þegar að eitthvað bjátar á, menn þú þarf alltaf að spyrja þig ert þú rétti maðurinn, ert að gera réttu hlutina, flokkurinn á réttri leið, væri hann betri án þín eða eitthvað slíkt. Og ég hef þá afstöðu og mér finnst svo mikilvægt að Framsóknarflokkurinn hann er með svo sterkt bakland og sterkt kerfi að við erum til dæmis núna eða semst eftir kosningarnar, þá fór ég út í janúar, febrúar og mars og fór á einhverja 45 fundi cirka, hringinn í kringu landi og talaði gríðarlega mikið af fólki. Svo vorum við miðstjórnarfund á Akureyri og það var svona bara, mér fannst vera flokkurinn svolítið að vera að ná aftur áttum að, þetta var ömurlegar kosningar en nú þyrftum við bara að halda áfram. Svo í sumar, hugsanlega út af veiðigjaldsumræðinni eða einhverju öðru, við vorum vissulega með annan málflutning og við völdum ekki fara í málþóf, við vorum að reyna að knýja stjórnarflokkana að samningsborði og ég enn svektur yfir að það hafi ekki tekist og finnst svolítið eins og þar hafi eiginlega bara reynsluleysi nýju ríkisstjórnarinnar komið í ljós og kannski líka af því að þau vildu bara hafa valdabaráttu. En allavega skoruðum við ekki á því og vorum spyrt saman við það að við værum að leika okkur í málþófi fyrir ríkustu fjölskyldu landsins sem auðvitað allránt en hluta málþófinu gekk svolítið út á það. Tenging til þess fór þessu sjálfstæðisflokksins er svo eindregin niður í hús atvinnulífsins. Já, ég ætla ekki að tala sjálfstæðisflokkinn, ég ætla að segja að við lögðum áherslu á að litlu fyrirtækin, sérstaklega þau sem lifa á þorski, þau eru ekki búin að fara í gegnum jafn mikla möguleika til hagræðingar eins og fyrirtækin sem eru í uppsjávartegundunum og ekki eins stór. Og þau þola minna og þau eru burðarásar í litlum samfélögum og við vorum að endurróma þessar áhyggjur, sveitarfélagana, samfélagana og litlu fyrirtækjana. Og ég enn svektur yfir því að við skildum ekki hafa náð aðeins betri hljómgrunni með ríkisstjórninni í því. En því ekki, þá spyr ég bara, því ekki fyrr. Það eru, við getum talið þetta upp, Sandgeri, Akranes, Þingeyri, Flateyri og svo bara... Já, það er eðli hagræðingar, alveg sama hver hún er. Það sagði ekki neitt kannski þegar stöðvað fyrir Breiðdalsvík. Jú. Ég var sjávarútvegsráðherra þegar að Vísir fór frá Þingeyri og Djúpavogi og Húsavík og það var mjög erfiður fundur sem ég átti þar á Djúpavogi þá töluðum við svolítið að við þyrftum að styrkja styrkleikana og fara í sóknarfærin sem að augljóslega voru fiskaldi og í dag er Djúpavogur bara í nokkuð góðum málum og talsvert mikill vöxtur þar líka í öðrum hlutum. Þannig að við munum ekki öll lifa á því ef að auðlindin er takmörkuð og tæknigetan og skipin og allt það að stækka að þá verða þetta færri hendur og færri staðir sem að lifa á því en þá verðum við líka að vera dugleg að hugsa líka niður á Austurvelli og eða upp í ráðuneytunum að hugsa hvernig getum við komið betur til móts með öðrum aðgerðum en sjávarútvegi til þess að byggja upp landið allt. Af því að mín skoðun og okkar Framsókn er klárlega svo að þegar að
undirstöðu atvinnugreinar þjóðarinnar sem eru sannarlega sjávarútvegur, ferðaþjónusta, orkufrekur iðnaður og landbúnaður upp að ákveðnum marki, þegar að þeim vegnar vel, þá vegnar öllu Íslandi vel, líka hér á höfuðborgarsvæðinu. Þegar þessum greinum vegnar illa, þá vegnar höfuðborgarsvæðinu líka illa. Þá dregur úr útflutningstekjum, þá hækkar atvinnuleysi, hugsanlega fer fólk þá að flytja hingað, þá vex hérna húsnæðisvandinn. Þannig að lykilatriði fyrir þjóð eins og Ísland er að allt landið blómstri. Þetta er eitthvað sem við verðum að fara að tala meira um. Það er alveg óskiljanlegt að við í þessu landi, ekki fleiri en við erum, skulum hafa það sem sport að hatast út í þessar undirstöðu atvinnugreinar. Ég held að það sé svona alltaf því. Já, einhverjir kannski, sko, en kannski finnum við svona fyrir svona ákveðinni misskiptingu þegar að einhverjir gangu með milljarða í vasanum og kaupa upp allt bara í smásölu verslanirnar og allt saman. Algjörlega og hérna við sjáum náttúrulega í dag sko að þessir risar til dæmis á smásölumarkaðnum, þeir eru bara með umtalsverðan hagnað, þeir eru ekki stærstu leyti í eigu lífeyrissjóðanna okkar. Jó, svo eru þeir bara dauðir eigendur. Þeir taka ekki þátt í stjórn. En það er bara umtalsverð arðsemi þar. Ég held hún hafi verið meiri heldur en til dæmis í sjávarútveginum. Það tala nú ekki að bera sama við landbúnaðinn sem engin arðsemi er í. Já, svo það. Og það þegar er svona óverulegur hagnaður að þessari þjónustu eins og bara nýlendu eða matvöruverslunum þá náttúrulega bregður okkur, þetta er alveg augljússkaðan peningurinn kemur. Já, hann kemur bara basa okkar sem erum að versla í búðunum. Já, heyrðu, en má ég hérna halda þess áfram þetta, sko, mér finnst, Framsóknarflokkurinn, hann hefur svo sem tekið dýfur áður. Já. En þetta er dýfsta dýfan. Já, hún er það. Og framundan er flokksþing, þetta er það ekki okkur? Jú, við erum með bara miðstjórnarfund sem er 2 ári. Já. Ég fór aðeins af leið á þann, ég var svo æstur yfir hérna atvinnulífinu og verðmætasköpuninni. En sem sagt, við vorum með miðstjórnarfund í mars á Akureyri. Já. Og erum síðan núna með miðstjórnarfund hérna í Reykjavík bara næstu helgi, bara eftir viku. Og það eru sem sagt alltaf 2 slíkir fundir á hverju ári. Flokksþing er síðan annað hvert ár og hefði sem sagt miðað við að það var síðast 24 þá hætti það að vera á bilinu febrúar til apríl-loka 26 og þessi miðstjórnarfundur á haustin hann tekur ákvörðun að boða til slíks og það verður gert sem sagt eftir viku. Þú sér enga ástæða til að flýta flokksþingi? Og hafa það á þessu ári í desember? Nei, mér finnst það eiginlega galið, sko. Menna, til hvers? Er eitthvað panik? Ég væri órólegur sem formaður flokksins. Já, sjálfsögðu, en við erum bara með traustkerfi. Og miðstjórnarfundurinn þá koma menn saman og geta talað hreint út. Og síðan þurfum við að kjósa ritara sem er einn af 3 sem er í stjórninni. Því Ásmundur Einar er hættur og við þurfum að kjósa nýja ritara en á flokksþinginu er kosin formaður, varaformaður og ritari. Og það er bara mikilvægt að við gefum flokknum tækifæri til þess að hugsa það fram að þeim tíma. Ert þú búin ákveða að hvort þú gefur kostaður? Áfram. Sko ég er að undirbúa mig fyrir þennan miðstjórnarfund. Þar mun ég tala mjög hreinskilningslega við flokksmenn mína það hvernig ég sé stöðuna fyrir mér og hvernig hún hefur verið að þróast á liðnum missurum og hvert mér finnst við eiga stefna. Þar verður síðan tekin ákvörðun að boða til flokksþings og ég mun geyma þá tillögu gerð til þessa fundar sem á aðra hluti. Já, sko, þú svarar ekki beint og Lilja Alfreðsdóttir sem er varaformaður Framsóknarflokksins, hún svarar ekki heldur svona beint ef maður spyr hana. Nei, er ekki bara eðlilegt að við treystum grassrót Framsóknarflokksins. Ég meina, ég gerði það 2016. Ég átti ekki von á því að fella sitjandi formann. En grassrótin, það er hún sem ræður för, ekki ég eða Lilja eða Jón eða Pétur eða Gunna eða Sigga, sko. Nei, sko, sem formaður flokksins þá náttúrulega... Það leggur maður línur. Já. Og annarkvort er fólk sátt við þar línur eða er það ekki. Já, eðlilega. Og það er tækifæri á flokksþingi. Ég fæ ekki sem sagt frá þér yfirlýsingu hvað ætlar að gera á flokksþinginu. Nei, ekki í dag. Nei, ég vildi reyna. Það sjálfsögðu. Já,
Herðu, síðan er hérna, líka skoðanakannanir til þess eins og stöðuna í borgarstjórn. Já. Og þar er líka mjög slæm staða. Já, við höfum auðvitað bara gegnum tíðina alltaf átt svolítið erfitt uppdráttar hérna í borginni síðustu mjög margar kosningar og þetta var auðvitað alveg frábær árangur sem að Einar Þorsteinsson og hans fólk náði síðast og reyndar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við erum gríðarlega sterk á höfuðborgarsvæðinu, við erum í meirihluta í Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ og komumst í meirihluta tíma í Reykjavík þangað til að ljós kom að gamli meirihlutinn ætlaði ekki að hleypa Einari og hans fólki til þess að breyta því sem að þau voru kosin til. Og þau sögðu var það þannig bara, gekk hann bara vekk? Já, bara gekk vekk og hann hefði bara lent svolítið í því sama á ríkisstjórnin okkar 21-4 ef hann hefði haldið áfram. Ég meta þannig að kjósendur hefur sagt býtu varst ekki kosin til breytinga og þú gerðir ekkert. Og þá var það heiðarlegra að segja bara einu ári fyrr ég kemst ekki lengra með þessu fólki. Það vill ekki breytingar. Þá hugsaður að slíta og þá reyndi hann að mynda annan meirihluta sem að síðan eiginlega Flokkur fólksins komið í veg fyrir. Þau voru tilbúin að vera með á föstudegi en miðnættið voru það hætt sko. Eins og getur gerst eins og stundum gerist. Já, ég segi það getur stundum gerst sko að Helga Þórðardóttir hann er nýtekið við, þannig að þetta var svolítið svona óvissu tímar. Það er kannski ekki stóra málið. En við höfum sem sagt ekki sögu svona stöðugt kjarnafylgi sem er alveg merkilegt í raun og veru vegna þess að Framsóknarflokkurinn á alveg hljómgrunn á höfuðborgarsvæðinu ekkert síður heldur en annars staðar út á landi. Hún hefur leið vel í Erlistan. Upp að ákveðnu marki, kannski gekk rosa vel en síðan kannski þá mistum við kannski þetta kjarnafylgi verandi í svona stóru hóp sko. En ég ætla bara að benda á eins og Kópavogur sem er nú bara gríðarlega stórt og hratt vaxandi samfélag. Yfir 40.000 íbúar. Já, bara næstasta sveitarfélag landsins. Þar höfum við Framsókn verið í meirihluta í 54 ár af 65. Þannig við eigum alveg hljómgrunn á höfuðborgarsvæðinu. Já. Sigurður Kirdal, hann var eftirminnilegur. Já, það er meðal annars út af því hversu hann var duglegur að búa til held ég svona kjarnan, grassrótina. Það er hún sem skiptir svo miklu máli. Ég get líka vitna að hann var mjög svona þægilegur valsmaður svona í samskiptum við fjölmiðla. Það var svona hann svaraði skilabóðum og hann var góður félagsmála og félagshyggjumaður. Og var með sín svona hvernig þetta byggja upp en það sjáum við hvað það hefur gengið vel í Kópavogi. Það er ekki launum hvað ég hef sagt svona að Sigur Ingi hlýtur segja sér. En það er bara mín skoðun. Svo satt hjá mér ung kona satt hérna hliðin á mér í einu þættinum og kasólett. Og þá er ég að segja þetta. Hún sagði, neini, hann er á flegi fyrir all land og ég er búin að vera að fara landið. Svo kemur ljós að hún tengdadóttir. Já. Og til hamingju með barnabandið. Já, takk fyrir það. Þannig, svona er þetta. Já. En sem sagt, þú vilt ekki fara sömu leið til hans eins og Halldór gerði? Á tímabilinu 2006-2009 ef menn allar rifja upp sögu Framsóknarflokksins þá var það svolítið tími þar sem að hver forystumaðurinn kom og fór án aðkomu flokksþings, án aðkomu grassrótarinnar. Það er aldrei góður tími. Nei. Þannig að ég legg bara áherslu á að við treystum fólkinu í flokknum, treystum því kerfi sem við erum búin að búa til, höldum flokksþing og þar er bara kosin í forysta. Já, á þeim tíma var bara margir formenn. Ég talaði einu sinni við Halldór heitinn og hann var mjög á þessum tíma þess að fólk eins og þú segir var bara kosið einhverjum nefndum eða stjórnum innan flokksins. Já, það er bara hægt að kjósa formann á flokksþingi. Það er hægt að kjósa bæði varaformann og ritara á þessum það tóku varaformann við, það er til dæmis eins og Guðni, hann er gott dæmi það. Valgerður og Guðni. Heyrðu, en í dag,
það var í gær, sem að Sigmundur Davíð hélt aðalræðu á aðalfundið flokksþingi Miðflokksins og ég hlusta á hluta af henni, ég kom ekkert óvart, ekki neitt, en þetta sem að gerðist milli ykkar, talist þið við í dag? Já. Já, þið sitið saman allan í utanríkismálanefnd? Já, fórum saman daginn til Póllands og Litáen. Já, alveg rétt í utanríkismálanefndin og auðvitað gerir menn það. Já. Þetta var erfiður tími. 2016 var erfiður tími. Ég vildi ekki að Framsóknarflokkurinn myndi þróast í þá átt sem Miðflokkurinn hefur farið. Sástu það þá að það var svona áherslan voru í þá áttina? Já. Og það er ástæðan fyrir ég bauð mig fram. Já. Þráttur hann hélt alltaf fram að þú hefur lofað að gera það ekki. Já, ég nenni ekki þá svo, hún er ekki alveg sann. Nei, það er þess að við höfum heyrt þetta öll áður. En ég ætlaði að spyrja þig, þú svaraði nú svolítið áðan með endan á vorþinginu þegar það rifið handbremsuna. Já. Þetta er bara algjörlega nýtt. Þessari 71. grein hefur ekki verið beitt áður. Nei, af ástæðu. En var ekki bara full ástæða til þess? Ég ætla að segja þér það. Ég hef sagt það í þinginu, ég hef sagt það við stjórnmálaleiðtogana. Það var svona stutt í það að hægt vera að ná samningum. Það þarf bara smá löngun til þess að ná samningum. Samkommulag lá á borðinu. Sá vilji var ekki fyrir hendi. Nei, það var svo stutt á milli. Já, segi það. Þú metur það þannig að það hefði verið hægt að loka þessu máli öðruvísi. Já, og þá hefði ríkisstjórnin getað klárað 20-30 mál samhliða. Já. En hún valdi að gera það ekki og valdi að fara þessu leið. Já, þannig að það var ljóst að þau næðu fram því sem vildu, eða nálægt í þessu máli. Já, í þessu máli. Á kostnaði alls annars. Já, þannig að þau fórnuðu miklu fyrir. Já, gerðu það. Já. Þú hefur ekki viljað standa þessu. Nei. En þú nefndir svolítið áðan ríkisstjórnin sem þú varst í frá 21. Að þá var það eiginlega allt farið úr böndunum hjá okkur. Nei, það var alls ekki farið úr böndunum. Við hins vegar ég myndi að halda því þannig fram að átökin sérstaklega á milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins voru orðin áþreifanleg sem gerði það verkum að það var eins og það væri ekki nægur vilji til þess að setjast við borðið og klára málin á einhvers skynsamlegan hátt. Og sennilega sátum við of lengi í þessu. En það eru ástæður líka alltaf fyrir því að menn gera það. Það var til að mynda í janúar 24 alveg ástæða til þess að staldra við. Þá fannst okkur í Framsókn algjörlega óþolandi að ríkisstjórnin ætlaði ekki að standa við bakið á kjarasamningum af því að þau væri til 4 ára. Það er svo mikilvægt fyrir land og þjóð að ná langtíma kjarasamningum alveg eins og við gerðum 2018 og eiginlega var það megin markmið mitt við myndun ríkisstjórnarinnar þá, þessara óvanalegu ríkisstjórnar, Vinstri grænna Sjálfstæðisflokks og yfir miðjuna hjá okkur í Framsókn, að ná pólitískum stöðuleika og ná efnahagslegum stöðuleika með lífskjarasamningunum. Og þess vegna gengum við langt í að bakka þá upp. Við vildum gera þetta sama þarna í kjarasamningunum síðustu. Það var ekki algjör samstaða það, en við ákvaðum að sitja í ríkisstjórnin og klára þetta vegna þess að okkur fannst það mikilvægara fyrir land og þjóð að ná kjarasamningum heldur en að hugsanlega að fá nokkrum prósentum herra í kosningum 6 vikum síðar. En breyttist ekki mikið við það að Katrín fór? Jú, það gerði það líka. Og hefði líka verið alveg og var alveg til umfjöllunar hvort að við ættum þá ekki að segja að þetta veri gott en þá hefði kosningarnar verið viku undan forsetakosningunum. Sem hefði kannski verið gott. En kannski í baksýnisspeglinum. Við trúðum því aldrei að Sjálfstæðisflokkur myndi sprengja sína eigin ríkisstjórn. Nei. Við ætlum að kjósa vorið 25. Þá hefði staðan verið miklu betri. Við erum búin að ná verðbólgunni neðar heldur en nú er þetta ríkisstjórn hefur náð. Við vorum á góðri leið. Forsendur geta verið misjafnar á hverjum tíma líka. Og við höfum klárað fleiri mál sem við vorum ekki nægilega komið langt með. Þannig að ég held að það hefði verið betra. En svo fór sem fór, það þýðir ekki að sýta það.
Nei, það frægt þegar að Katrín Jakobsdóttir sagði Bjarna Ben að hann væri besti samstarfsmaður sem hún hefur haft. Hvað, gleymdu mér? Já, sleppti þér. En mér finnst einhvern veginn að þér hef ekkert líka og vel við Sjálfstæðisflokkinn undir að síðasta. Nei, ég hef ekkert dregin eitt dul á það að í þessari ríkisstjórn 21 til 24 að þá hafi þeir verið erfiðar í samstarfi heldur en Vinstri grænir sem að fyrir okkur framsóknarmenn eru oft með skrýtnar skoðanir og við teljum það öfga en það var hægt að ná einhverju samkomulagi við þá á meðan að mér fannst samstarfsfélagar okkar í Sjálfstæðisflokknum nota hvert tækifæri inn í þinginu og jafnvel víðar að svona setja fæturnar fyrir, tefja, fella jafnvel mál sem að okkar mati voru hluti á stjórnarsáttmálanum og hefðu þar alveg átt að fá framgang. Auðvitað kom upp mál þar sem að menn eru ekki með í stjórnarsáttmála og það ekkert skrítið að það sé tekist á þau. Það er ekki búið að semja þau fyrirfram. En þegar þú gerir samning að vinna að tilteknum málum, að þá, jafnvel þó þú sért ekki fullkomlega sammálaðum, þá lít ég svo á að þú sért búin að skuldbinda þig að framfylgja þeim í ríkisstjórn. Og það fannst mér þeir ekki gera fullkomlega vel á þessum tíma. Svona komið svolítið í baki á ykkur. Mér fannst það, En sko, núna þegar að vera að spyrja fólk, ég segja svona aðeins mína skoðun á það. Mér finnst ásjóna núverandi ríkisstjórnar mikið bjartari heldur en var með fyrirgeðu Sigur Bjarna. Já, bjartari heldur en 17-18, veit það ekki? Nei, ég veit það ekki. Sko. Þá var búin að vera pólitískur óstöðuleiki. Sigurinn, ég held að fólk hafi verið orðið rosalega leitt á okkur. Við vorum búin að vera ríkisstjórn saman í 7 ár, þessi flokkar, og meira og minna sama fólki líka. Sem sömu andlitin, sömu ráðherrarnir, svona meira og minna. Sjálfstæðisflokkurinn endurnýjaði nú svolítið, við ekki neitt, en hefðum kannski átt að gera. Í ljósi þess að þetta er það sem menn gera gjarnan á Norðurlöndunum til dæmis. Eitt lærdómur sem við eigum að taka með okkur. En ég held bara að fólk hafi orðið svo þreytt á okkur að þegar það kemur fólk, Samfylkingin til dæmis tók meira og minna öll stefnumálin okkar og gerða sínum og í augum kjósenda voru þau trúverðugri að framfylgja þeim heldur en við. Við þurfum bara að búa við það og endurheimta þetta traust. Ég sé hins vegar ekki Samfylkinguna fylgja þessu öllu eftir. Nei. Og þá mun það breytast þegar að tímarnir líða fram. En ég er alveg sammálaður. Ríkisstjórnin fekk alveg fljúgandi start og auðvitað erum við nú bara búandi í þessu landi, þá vonum við auðvitað alltaf að ríkisstjórnum farnist vel og samfélaginu gangi vel. En ef þau fara út á sporinu að okkar mati, þá eigum við að gagnrýna það. Það er hlutverk stjórnarandstöðar. Já. En ég sagði bara svona, mér finnst þau fá svona mikið svona, hvað ég segja, góðvildi, ég ætla að segja góðvildi, segja bara góðvildi í svona upphæðu síns ferils. En svo eru skoðanakannanir og það sér að stjórnarandstaða mælist aðeins með 12%. Nú er það þannig að þið er ekki einn og sami flokkurinn. En þetta er alveg skuggaði staða. Já, er þetta ekki bara eftirkost þessar miklu fjölmiðlaumræðum málþóf? Ég ætla að segja, ég tók einu sinni þátt í málþóf og við tókum ákvörðun að fara í það. Við tókum ekki ákvörðun að fara í málþóf í þessu veiðigjaldsmáli. En við tókum ákvörðun í ISAF. Og við töluðum mjög lengi og mjög mikið. Og ég sé ekki eftir því. Og ég held að þjóðin sjá ekki eftir því að við höfum talað í því máli. Málþóf þarf ekki alltaf að vera vont. Nei. En nú eru þið 3 flokkar í stjórnarandstöðu og er eitthvað samvinna milli ykkar? Þetta samtal, eðlilega, við þurfum bara að skipta með okkur verkum og við þurfum að ná samkomulagi ákveðna hluti. Það eru bara hlutir, það er eins og óundibúnar fyrirspurnir til ráðherra að þá þurfum við að koma okkur saman að stundum kannski getur einn flokkur ekki sinnt sínu og getur þá næsti tekið og fengið þessu tilbaka aftur. Auðvitað samtal og inn í nefndunum erum við í stjórnarandstöðu og eigum ákveðið samtal en það er ekki samstarf eins og í ríkisstjórn. Við erum sjálfstæði flokkar. Við sem langminnsti flokkurinn í dag, eins og ósanngjarnt okkur finnst það nú, en þá er nú bara lífið svoleiðis. Okkur finnst
við að óþörfu oft á tíðum spyrt saman í einhver eina stjórnarandstöðu. Af því að við erum ólík. Já, þetta nú sagt á hverju kjörti. Já, ég held það líka. Já. En auðvitað það verkefni okkar að skilja okkur. Já. Og láta heyrast að við erum hérna með aðra rödd. Já. En það sko, þú segir það að þið sittir kannski hlið við hlið inn á fundum utanríkismálanefndar, þú segir það. Það kemur alveg fyrir, það nú ekki alveg... Þetta er ekki alveg föstfætt sætaskipan. Ekki svo tórum á hverja sitt sæti. Nei. Það er fjósinu gamla dagar sem að kýrnar röddu alltaf saman básinn. Þetta þarf ekki að vera nákvæmlega þannig, en jú, auðvitað kemur það fyrir. Já. Herðu, ég held nú komin með það svona mesta sem ég ætla, nei, við erum ekki, þetta er ekki tími sem við vorum að tala saman, en við ætlum samt að segja þetta hvort að sinni. Ég vona að þú hérna komin til okkar aftur. Ég er til. Ég er bara til. Já. Herðu, þakka þér að sinni. Takk sem les. Og ykkur sem horfðu á þáttinn, þakka ég fyrir að hafa fylgst með okkur og við kveðjum sæla sinni.